það eru auðvitað ekki allar laxveiðiár jafn mikilvægar og sumar eru ekki eins og laxveiðiár. Þess að við heyrum Hafró ræða erfðablöndun og þeir fullir að það sé orðin erfðablöndun einhvers staðar. Þá er verið að tala ár eins og Mjólká sem 150 metra frárensli alveg upp við laxeldi það sem engin sjálfbar laxastofn sko. Og það einn fiskur og það finnst einn eldisfiskur, þá 50% erfðablöndun og sama kannski við innst í Ísafjarðardjúpinu. Og það er bara áhugavert að horfa til þess að hann sé allan að fara út í kannski flókna útreikninga að þá leyft 12.000 tonna eldi á frjóum laxi í Ísafjarðardjúpi og ástæðan sem sagt svo að það þá talið í lagi gagnvart ánum en raunin að sko ef okkur tækist að veiða 10 fiska, eldisfiska úr Laugardalsá, 10 eldisfiska úr Langadalsá sem notabenni hafa aldrei fundist í ánni, þá mætti fara í 30 tonna eldi. Þetta eru stærðargráðan sko. Það er verið að reikna út með það mikilvæg nákvæmni að menn telja að það sé í lagi að það gangi 10 eldislaxar upp í Langadalsána en ef þetta væri 30 tonn þá væri það 20 eldislaxar og þar alveg allt stoppað sko.